Hópverkefni 1 snýst að smíða vef eftir forskrift og eftir gefinni hönnun og við erum með hönnun sem var búin til fyrir nokkrum árum af samstarfskonu minni hjá UNO sem búin að fara og búin að hanna fullt af hlutum síðan þá. En bara svona reyndi að vera bara svona eins klassísk, einföld, kannski svona upp að vissu marki með smá krúsidúlum en að gefa svona bara mjög raunverulega sýn á það hvernig það að fá hönnun sem var búin til af hönnuði og útfæra hana. Og hún sem sagt ekki fullkomin og það eru ósamræmi þannig að þið hafið leyfi til þess að aðlaga hana og það rás þar sem getur farið inn og spurt á þetta í alvörunni vera svona eða eitthvað og þar bara svara ég og þið getið séð hvort ykkur sé búin að spyrja að því sem þið hafið í huga. En það gefin desktop hönnun og mobile og þið þurfa að passa upp á að vefurinn skalist vel þar á milli. Þannig að það þýðir ekki að þið þurfa að búa til breakpunta á 10 pixla fresti eða eitthvað svoleiðis. Þið þurfa að hugsa þetta ætti að vera að minnsta kosti 2 breakpuntar, jafnvel 3 og þá þessi þriðji einhvers staðar á milli þessar tveggja póla sem þið fáið, alveg desktop og alveg mobile. Síðan eru tenglar og þá það einhver uppskriftasíða með einhverju yfirliti, með einhverju forsíðu og þá bara alls staðar það sem verið að vísa í eina uppskrift, þá farið yfir á hana, alls staðar sem yfirlitið, farið yfir á yfirlitsíðuna og allt í menjúnum fer yfir á forsíðuna. Þannig að einhvers staðar Figma hérna. Þannig að þið fáið þetta í Figma og hérna bara hönnunin og þetta eru 4 síður sem þið fáið og það þessi uppskriftasíða með vídeói, yfirlitssíða yfir uppskriftir og svo uppskriftaforsíða. Og hérna eru smá svona auka upplýsingar hvernig þetta á að haga sér hérna. Eitthvað búið að taka hérna hvernig takkin með hover, ekki við hover, hvernig valmyndin í mobile, hvernig síðan fyrir niður í mobile. Þannig hérna þarf alltaf að hugsa, eiga þetta alltaf að vera 3 eða þarf þetta að fara hugsalega niður í 2 og 2 og svo niður í 1. Það væri ekkert slæm hugmynd, sama hér. Hérna getur ef ekki bara segja að fyrsta fer yfir á þessa síðu og önnur fer yfir á þessa síðu hér. Hérna sjáum við svona gradient sem protection, þar sem við erum með eitthvað texta hérna sem flæðir hérna yfir. Svo erum við þetta mobile hér, ekki hér, þannig að þið eru að hugsa hvernig á þetta skalast. Og svo sjáum við hérna, þetta pattern hérna að endurtaka sig hérna reynda með einhverju playtaka en endurtaka sig á öllum síðunum. Þannig að það sem væri mjög æskilegt fyrir ykkur út af því að þetta hópverkefni í raun að koma ykkur saman í hóp. Ef þið hafið eitthvað sem við viljið vinna með þá bara það flott. Það með vera, við gerum ráð fyrir þetta séu 3-4 einstaklingar saman í hóp. Ef þið hafið engan þá getið spurt á Slack og það komið ráð sem þið getið joinað og bara sagt hei, mér vantar hóp eða þið getið bara fundið út því. Og þið ætlið að nota Git og GitHub, þannig að þið ætlið ekki að senda neitt á milli í tölvupósti eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þið ætlið að vera bara með sameiginlegt projekt, þannig að einhver þarf að taka að sér að búa til GitHub og bjóða hinum í hópinn og síðan að committa og þarna ættu þið síðan að nota pull requestur til þess að aðlaga þetta og ég jafnvel að spá ég að breyta aðeins hérna að breyta aðeins matinu þannig að þið séu að þið þurfið að nota pull requestur. Segja það bara, þið þurfið að nota pull requestur þannig að það þurfa að vera minnsta kosti 5 pull requestur á repo ykkar þar sem það sýnir fram á að þið hafið í raun búið til pull requestu fyrir einhverja virkni hjá ykkur. Þið hafið fengið komment frá hópfélögum ykkar. Þið hafið tekið afstöðu til kommentana, lagað, breytt, bætt og síðan mergeað inn á main. Þannig ég ætla að bæta þessu við. Þannig að þetta mjög góð lausn, eða mjög góð æfing í því
og passar inn í það sem við ætlum að fara þessi yfir í næsta tíma sem aðeins aftur Git. Nú erum búin að nota nokkrum verkefnum og nú ætlum við að skoða hvað meira hægt að gera. Spurning? Nei, ég mun fara yfir það með dæmitímakennarunum og dæmitímakennarunir mun fara yfir. Þannig að ég legg línurnar, þeir fara yfir, fylgja bara minni forskrift, ég segi það þarf að vera að gera svona og eitthvað svona og við viljum ekki vera eitthvað súper hörð á þessu en bara að þið notið þetta flæði, bara til að prófa flæðið. Já, þannig að og síðan ætlið þið að skaffa þessu og þið megið og eigið að setja upp að minnstakosti stælint og ég mæli eindregið með því að nota SAS sem það sem við ætlum að skoða í næsta tíma sem að leyfir okkur að skipta þessu upp í margar skrár af því að ef þið hafið bara eitt eitthvað stæl CSS og ætlið að vera að vinna í því 3 eða 4 saman þá er þið mjög fljót að fá svona merge konflikt sem því í raun að það verður erfitt fyrir ykkur að sameina vinnuna ykkar í eitt en ef þið eru með það í mörgum mismunandi skrám þá verður það miklu minna vesen, sérstaklega ef þið eru búin að taka ykkur tíma í að skipuleggja ykkur og segja ok, þú ætlar að setja upp layoutið á forsíðunni, ég ætla að setja upp layoutið á yfirlitssíðunni, þú ætlar að búa til þessa hérna einingar og þú ætlar að gera eitthvað annað og þá hafið þið bara mjög skýr afmörkuð verkefni og getið síðan hist, mergea öllu saman og látið main vera líta vel út og svo næsta verkefni þangað til að verkefnið búið. Þannig að þið ætla að setja þetta upp readme þar sem þið lýsið því bara hvernig þið setjið þetta upp, hver unni verkefnið og svo ætlum við með package.json sem við förum yfir líka í næsta tíma sem að segja til öll tólin sem eru notuð og já, það gefið hérna eitthvað sem að getur hjálpa til við að samræma milli Git. Já. Þannig að matið hér og ég mun breyta þessu hérna, ég mun aðeins hnika einhverju til þannig að það verði hérna 10% hluti verði hérna pull requestu og commit historian á projektinu ykkar. Já, þannig að þetta er svona og mæli með að þið allavega komið ykkur í hóp og svona skiptið með ykkur verkum fyrir en seinna af því að þetta tekur alveg tíma að vinna þetta og þetta er svona smá að vinna í einrúmi og svo hittast og tala saman og sameina breytingarnir í einar. Og það er mesti svona akkurinn í því að vera að vinna þetta í hóp, að geta dreift þessu. Af því ef þið gerir það á svona sæmilega góðan máta, þá er þetta, þetta er alveg CSS verkefni, en þetta er bara létt og löðumannslegt. Segðu það kannski ekki alveg en bara skemmtilegt. Lærið þessu. Það er svo þriðjudaginn næstu viku? Já, nei, mánudaginn. Mánudaginn næstu viku? Nei, þið hafið alveg til 30. október, þannig að þið hafið alveg mánuð til að vinna í þessu. Já. Þannig að það er alveg tekið eitt gat síðan hérna í verkefnavinnu sem er alveg gefið í að það sé á móti þessu. Alright. Höfum við aðgang að þessu verkefni? Já, það er komið aðgang, ég mun senda núna bara eftir tíman official post þar sem ég bara linkur á þetta er sett fyrir. Erum við líka að vinna einhverjum einstaklingsverkefnum samtíma? Já, það mun skarast í raun verkefni 6 og verkefni 7. En það er sett, ég reyna að hafa, verkefni 7 verður svona inngangsverkefni í JavaScript, þannig að það verður vonandi, minna. En það er gefið eitt frí. Og það hér stendur líka, er að býta verkefni 5 samt fyrir í dag? Já, eins og ég var að gera áðan, já. Þannig að það er núna, verkefni 5, fram að þriðjudaginn næstu, frá þar síðan mánudaginn næsta, þriðjudag þar næsta, verkefni 6, svo kemur hlé og þetta er alveg til 30. október, þannig að smá tími í þetta.